Landhelgisgæsluna vantar fleira fólk, helmingi meira fjármagn og flugvél allt árið til að sinna vörnum landsins. Þetta segir forstjóri Gæslunnar. Rússar hafa nær algjörlega náð yfirráðum í Kúrsk-héraði. Það gerir stöðu Úkraínumanna við samningaborðið mun verri. Ótrúlegt þykir að Bandaríkjamaður sem var týndur á Austfjörðum skuli hafa lifað af 4 frostnætur undir berum himni. Vinir mannsins hófu sjálfir leit áður en björgunarsveitir voru ræstar út. Og mikið sjónarspil blasti við landsmönnum í morgun þegar tunglið varð almyrkvað á vesturhimni. Margir vöknuðu snemma til að sjá myrkvann með berum augum. Gott kvöld. Landhelgisgæslan þarf 50% meira fjármagn ef hún á að sinna veigameira hlutverki í vörnum landsins. Forstjóri Gæslunnar segir hana nægilega vel tækjum búna en það vanti meiri mannskap. Við þurfum að bæta við áhöfn á varðskip til að við getum haldið út í 2 varðskipum. Nú eins og staðan í dag þá 1 skip á sjó, annað er landi. Við þurfum að bæta við 1 áhöfn í það minnsta á þyrlusviðinu okkar og jafnframt fólki í viðhald. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra leggur frá nýja öryggis- og varnarstefnu í vor. Til stendur að efla hlutverk Gæslunnar, en hvað kostar það? Þá erum við að tala mjög stórar tölur. Hversu stórar? Okkur reiknast til að við myndum þurfa að bæta í fjárveitingar til Landhelgisgæslunnar tæpum 3 milljörðum á ári, ef vel á að vera. Hversu miklar eru það núna? Það er 7 milljörðar á ári, þyrfti að vera nálægt 10. Þannig að við erum að tala hátt í 50% aukningu. Já, við erum að tala það, cirka. Georg segir að án þess að geti Gæslan varla sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Hvað þá að bæta við sig verkefnum og fylgjast betur með sæstrengjum. Við þurfum að geta haft eftirlit með lögsögun okkar. Við þurfum að geta verndað fullveldi þjóðarinnar. Á næstunni tekur Gæslan 4 landratsjár í notkun til eftirlits með skipaumferð í alltaf 50 mílur frá landi. En það er veruleg viðbót og aukið öryggi að geta þá séð hverjir eru að sigla hér nálægt landi og hvert þeir eru að fara. Hver er eftirlitsgeta núna? Eftirlitsgetan er lítið sem engin með ratsjá. Flugvél Gæslunnar TF-SIF er að jafnaði 8 mánuði á ári í verkefnum erlendis, meðal annars til að afla fjár og 4 mánuði hér. Georg segir nauðsynlegt að auka viðveru SIFjar hér á landi. Það í raun kemur ekkit í staðinn fyrir mannsaugað og tækin sem eru um borð í flugvélinni. Við höfum ekki haft pening til þess að reka hana hér heima. Hversu stóran hluta ársins þyrfti TF-SIF að vera á landinu? Já, hún þyrfti að vera 11 mánuði á ári, það væri mjög heppilegt. Vinir mann sem var týndur á Austfjörðum í 5 daga og fannst í gær skipulögðu sjálfir leit að honum í fyrrakvöld þegar lögregla neitaði að ræsa út viðbragðsaðila. Óvenju góð tíð gæti hafa bjargað manninu. Björgunarsveitir á Austurlandi voru ræstar út klukkan 11 í gærmorgun en þá hafði maðurinn verið týndur í að verða 5 sólarhringa. Hann hafði gengið út með Seyðisfirði, hvorki með tjald né svefnpoka og var kominn langleiðina inn í Loðmundarfjörð þar sem hann fannst. Leit með dróna var að hefjast og því náðust myndir af því þegar maðurinn var tekinn borð í Hafbjörgu, björgunarskip Gerpis í Neskaupstað. Mikið óskaplega fegnir voru að sjá hann og geta berga hann. Hann er náttúrulega segur að hafa þetta af, það er náttúrulega engin spurningu það. En það er náttúrulega búið að vera rosalega gott veður sem hefur hjálpað hann mikið. Maðurinn rakti raunir sínar fyrir björgunarmönnum og sagðist hafa reynt að fanga athygli sjómanna sem sigldu framhjá án árangurs. Hann þurfti að sofa í 4 nætur undir berum himni og í næturfrosti og var lagður inn á sjúkrahúsið í Neskaupstað. Hann sagðist bara hafa nært sig á grasi og einhverjum gömlum berjum og nært sig á ferskvatni. Þannig að hann hefur verið segur að gera það kallinn, hafa haft vit af því. Maðurinn er frá Bandaríkjunum en vinir hans á Seyðisfirði óttuðust hann og hringdu á hjálp á miðvikudagskvöld. Samskiptamiðstöð lögreglu vildi ekki ræsa út viðbragð strax þó mannsins hefði verið saknað í 4 daga. Vinirnir hófu þá sína eigin leit, hátt í 20 manna hópur fór Seyðisfjörð og náði að útiloka staði og flýta fyrir leit björgunarsveita sem hófst 12 tímum síðar. Viðmælandi úr vinahópnum telur að formleg leit hefði mátt hefjast fyrr
og segir björgunarsveitamenn sem heyrðu af aðstæðum hafa undrast að vera ekki kallaðir út. Ég hef svo sem ekki heyrt af því en við förum á stað bara þegar kallið kemur, það er engin spurning. Við bara stökkum á stað þegar fyrsta píp kemur til okkar. 2 konur og 2 karlar sæta gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglunar á Suðurlandi á manndrápi, frelsissviptingu og fjárkúgun á karlmanni á 70-aldri sem fannst þungt haldinn í Gufunesi á þriðjudagsmorgun og lést skömmu eftir komu á spítala. Alls hafa 10 verið handtekinn vegna málsins. Sá 10. var karlmaður sem var handtekinn í gærkvöldi og lögregla gerir einnig kröfu gæsluvarðhald yfir honum. Litlar upplýsingar fást málavöxtu að öðru leyti en að rannsókn miði vel. Hún er umfangsmikil og meðal annars eru skoðuð gögn úr farsímum. Það út í heim. Rússneski herinn hefur því sem næst algjörlega brotið á bakaftur sókn Úkraínumanna inn í Kurskhéraði í Rússlandi. Úkraínumenn fara nú aðeins með yfirráð á litlu svæði nærri landamærunum. Rússar blésu nýverið til stórsóknar í Kursk og hún hefur gengið mjög vel. Немножко осталось сейчас поднажать, все силы собрать и выбить их. Úkraínuher réðst inn í ágúst í fyrra. Það þótti niðurlæging fyrir Pútín Rússlandsforseta og kom Úkraínumönnum í mun betri samningsstöðu. En nú er það nánast allt unnið fyrir gíg. Rússneskir hermenn hér í bænum Sútsa nærri landamærunum eru í óða önn við að eyða ummerkjum úkraínsk yfirráð. En er þó barist. Þessir hermenn sem franskir sjónvarpsmenn fylgdu eftir urðu að forða sér frá árásum Úkraínumanna. Все в подвал! Идем! Вот так. Давай. Все дома уебало все. Да ну вот по улице лягло. Вот по этой? Вот, там, смотри, вон там пыль пиздец стоит. где мы сидели на 10 метрах, блядь. Almennir borgarar í Kursk kæra sig fæstir stríðsátök í bakgarðinum. Lífskjörin eru bág. Месяц-полтора уже, то, что было. Там, благо, картошка в подвале под обстрелами там наковыряли немножко. Вот как бы, тушенка еще была. Pútín heimsótti Kursk í vikunni í fyrsta sinn frá sókn Úkraínumanna. Hann fyrirskipaði að allt skyldi gert til að ná þar aftur yfirráðum og honum hefur orðið að ósk sinni. Úkraínumenn eru ekki lengur með Kursk trompið á hendi. Erlingur Erlingsson, velkomin. Þessi sókn Rússa í Kurskhéraði, hún hlýtur að vera Úkraínumönnum, hvað maður að segja, pínu áfall? Hún er ákveðið áfall, en Rússum hefði tekist með miklum mannfórnum að sækja fram það langt að þeir gátu ráðist og byrða á aðflutningsleiðir Úkraínuhers, þannig að það var komið að þeim tíma að draga liðið skipulega tilbaka sem að samkvæmt fregnum virðist hafa tekist ágætlega. Vladimir Pútín, forseti Rússlands, hann ætlar ekki að fallast á vopnahléstillögu Bandaríkjamanna og Úkraínumanna svona eins og hann stendur núna að minnsta kosti. Hvað heldur gerist næst? Það kom ekkert óvart að hann skildi ekki gera það. Það er engin þrýstingur á Rússum, allir þrýstingurinn af hálfu Bandaríkjanna er á Úkraínu. Þannig að nú er boltinn ekki lengur í Moskvu eins og Bandaríkjamenn höfðu sagt eftir fundin í Sádi-Arabíu. Nú er boltinn komin aftur í Hvíta húsið og við verðum svolítið að sjá hvaða leikkerfi Bandaríkjamenn ætla að spila hér, en þeir hafa komið mjög óvart hingað til, þannig að hvað veit maður. En ef við gefum okkur að vopnahlé verði gert svona fyrir að síðar, kannski á næstu mánuðum jafnvel, hvað gerir Pútín þegar að vopnahlé hefur verið gert? Safnar hann kröftum og ræðist aftur inn í Úkraínu eða einhvers staðar annars staðar, hvað heldur hann gerir? Já, ég held að það skipti meginmáli hvernig samkomulagið er. Ef það er eingöngu vopnahlé þá dugar það ekki til. Það þarf að vera einhvers konar samkomulag að binda enda á styrjöldina og því þurfa að fylgja einhvers konar öryggistryggingar eins og Zelenski hefur ítrekkað talað og Evrópuleiðtogar. Ef að þeim er ekki að heilsa þá mun Pútín hvíla herinn sinn og koma aftur tvíaldur og borða restina af Úkraínu og hann getur líka ógnað Evrópuríkjum og ég veit að Baltar og önnur ríki sem eiga landamæri Rússlandi hafa miklar áhyggjur af því og þess vegna er Evrópa að byrja að vígbúast af meiri krafti. Erlingur Erlingsson, þakka þér kærlega fyrir komuna. En við ætlum hingað heim því fjármálaráðherra áætlar að kostnaður sveitarfélagana vegna nýrra kjarasamninga kennara nemi 5 milljörðum króna á ári. Ríkið ætlar að taka til sín málaflokka frá sveitarfélögum til að mæta kostnaðaraukanum. Fjármálaráðherra segir ríkið ekki ætla að hafa beina aðkomu að fjármögnun nýrra kjarasamninga kennara. Bæjar og sveitarstjórar hafa krafist þess að ríkið axli ábyrgð á aðkomu sinni að sáttinni og vísa þar í afskipti menntamálaráðherra af kjaradeilunni. Já, ég held nú að vísu að sveitarfélögin hafi verið fullkomlega upplýst það í hvaða samninga þau voru að fara og ég vil benda á að þau samþykktu þetta allt.
Ríkisstjórnin muni í næstu viku undirrita samkomulag við sveitarfélögin breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Vonandi aðstoðar það sveitarfélögin í að ná endum saman. Þannig muni skapast svigrúm fyrir sveitarfélögin til að forgangsraða og rétta af fjárhagsstöðu sína sem sé í mörgum tilfellum slæm. Við vitum nákvæmlega hver þessi viðbótarkostnaður við þessi verk. Hver hann? Hann að stærðargráðunni 5 milljarðar getum við sagt. Þetta eru sem sagt annars vegar verkefni sem snúa að börnum með fjölþættan vanda. Það hefur verið annað áherslumál ríkisstjórnarinnar að koma því máli í betri farveg og það stendur til að ríkið muni yfirtaka þann málaflokk. Þá hafi ríki og sveitarfélög farið sameiginlega með ábyrgð á uppbyggingu öldrunarrýma en ríkið ætli nú að taka það verkefni alfarið til sín. Við þessar tilfærslur skapist svigrúm fyrir sveitarfélögin til að standa straum af launaleiðréttingu kennara. Það stendur til að undirrita samningi næstu viku. Og þetta mun allt liggja þá ljóst fyrir bara eftir helgi? Já. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar vísar á bug að ekkert hafi verið aðhafst vegna ofbeldisöldu meðal nemenda í Breiðholtsskóla. Í yfirlýsingu sagt að gripið hafi verið til ýmissa úrræða til að bæta líðan nemenda sem skólastjórnendur telja að hafi skilað árangri. Foreldrar nemenda í skólanum hafa lýst ógnarstjórnun og ofbeldismenningu sem þrífist bæði á skólatíma og utan hans. Þeir hafa gagnrýnt yfirvöld og skólastjórnendur fyrir aðgerðaleysi. Margrét Valdimarsdóttir, þú hefur rannsakað ofbeldi meðal barna. Hvaða afleiðingar getur það haft á börn að þurfa stanslaust að búa við svona ótta eins og við erum að sjá? Það getur bara haft alvarlegar og langtíma afleiðingar fyrir börn og ekki bara það að verða fyrir einmitt ofbeldi, heldur líka bara að vera hrætt við að verða fyrir ofbeldi, hafa áhyggjur af því. En hvað segir tölfræðin okkar? Svona alvarleg ofbeldisbrot, þeim að fjölga? Já, og það í raun og veru skiptir ekki máli hvaða gögn maður skoðar, hvort það gögn lögreglu eða frá barna- og fjölskyldustofu eða svona kannanagögn, að það allt sama sagan að þeim hefur farið fjölgandi á allra síðustu árum, svona ofbeldisbrotum ungs fólks og vopnaburður líka. Stóra spurningi hlýtur að vera hvað getum við gert bara við sem samfélag til þess að svona breyta þessu ástandi og snúa þessari þróun við? Já, ég held að það sé mikilvægt að skoða þetta á þrennan hátt. Það í fyrsta lagi bara svona forvarnir til þess að lækka tíðnina almennt og forvarnir getur til dæmis verið bara að auka áherslu á þáttöku í frístunda og svona skipulögðu íþrótta og frístundastarfi og svona leggja áherslu á jákvæða fyrirmyndir þar sem lögð áherslu á góð samskipti og reyna að minnka þessa samfélagsmiðlanotkun. En svo það líka hvað varðar verkferla vegna inngripa þegar að vandamál koma fyrst upp í skólanum, þá þarf auðvitað að byrja á að veita þeim krökkum sem eru til vandræða stuðning, frekari refsingu, en þegar vandræðin eru orðið mjög alvarleg eins og við höfum heyrt lýsingar af, að þá algjört lykilatriði að vernda jafnaldra, vernda krakkana í skólanum. Það ætti auðvitað ekkert barn sem til friðis að fá ekki frið. Margrét Valdimarsdóttir, takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. En við ætlum út í heim því landstjóri Grænlands og sigurvegari nýafstaðinna kosninga þar í landi mótmæla báðir orðræðu Bandaríkjaforseta Grænland. Trump lýsti því enn og aftur yfir í gær að hann vildi koma landinu undir Bandaríkin og falaðist eftir stuðningi NATO til þess. Trump fékk Mark Rutte, framkvæmdastjóra bandalagsins í heimsókn í Hvítahúsið í gær. Á fundið þeirra með blaðamönnum var forsetinn spurður út í yfirráð Bandaríkjanna yfir Grænlandi. Well, I think it'll happen, and I'm just thinking, I didn't give it much thought before, but I'm sitting with a man that could be very instrumental. Mark Rutte reyndi að forðast þessa umræðu, enda Danmörk og þannig Grænland í NATO. So when it comes to Greenland, yes or not joining the US, I would leave that outside for me this discussion because I don't want to drag NATO in that. But Rutte tók þó undir með Trump sem hefur ítrekað varað við umsvifum Rússa og Kínverja á norðurslóðum. There are 7 Arctic countries working together on this under US leadership is very important to make sure that that region, that part of the world stays safe. And we know things are changing there and we have to be there. Grænland hefur sjálfræði en eftirlætur þó Danmörku stjórn yfir mörgu, til dæmis utanríkismálum. Trump efast tilkall Dana til Grænlands. Denmark's very far away and really has nothing to do. What happens, a boat landed there 200 years ago or something and they say they have rights to it. I don't know if that's true. I don't think it is actually.
Sigurvegari þingkosninga á Grænlandi í vikunni, Jens Friedrich Nielsen, vill að landið fái sjálfstæði. Trump telur að sigur hans sé í senn sigur fyrir Bandaríkin. The person that did the best is a very good person as far as we're concerned, and so we'll be talking about it, and it's very important. Nielsen mótmælti orðum Trumps í Hvítahúsinu í gær á Facebook og sagði þau óviðeigandi. Grænlendingar yrðu að standa saman. Mútebi Egede, landstjóri Grænlands, tók í sama streng. Hann boðaði formenn allra flokka á grænlenska þinginu á neyðarfundi í dag. Það verður að svara Trump af meiri hörku, segir hann á Facebook. Það nóg komið. Afturhingað heim. Ég tók bara allt of djúpt í árinni, segir Ásthildur Lóa Þórsdóttir mennta- og barnamálaráðherra. Hún sér eftir ummælum sínum íslenska réttarkerfið. Dómsmálaráðherra segir ummælin afar óheppileg. Ásthildur Lóa skrifaði á Facebook í gær að hún væri löngu hætt að gera ráð fyrir réttlæti hjá íslenskum dómstólum. Þetta skrifaði hún rúmum sólarhring eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði henni í óhag í máli hennar gegn sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Ég tók bara náttúrulega allt of djúpt í árina, gerði það. Ég var bara mjög svekkt og þetta búið að vera margra ára barátta, þannig að ég var bara mjög svekkt. En ég geta sjálfsögðu ekkert fullyrt dómstóla eða réttlæti almennt, þó að ég sé ekki sátt við niðurstöðunni í mínu máli. Sérðu eftir þessum ummælum? Já, ég geri það. En óttast ekki að þessi ummæli þín grafi undan bara trausti almennings á réttarkerfinu? Í fyrsta lagi þá held ég nú að réttarkerfi sé nú sterkara en það að ein manneska grafi undan því. Þannig að ég á ekki vona því. Já, ég held bara, við erum bara öll manneskjur og ég það bara, þó að ég sé orðin ráðherra, þá ég nú bara svo sama og ég var. Þannig að ég get ekkert svarað því öðruvísi. Þessi ummæli eru óheppileg, þau eru mjög óheppileg, en afstaða mín sem dómsmálaráðherra traust til íslenskra dómstóla liggur fyrir, en þetta eru ekki góð ummæli. Við verðum að standa vörð sjálfstæði dómstólana, sjálfstæði ákæruvalds og lögreglu og ég legg allt kapp á svo að verði. Nú í frétt okkar áðan sagði að fernt væri í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu á meintri frelsissviptingu, fjárkúgun og manndrápi, en núna rétt áðan féllst Héraðsdómur Suðurlands á kröfu lögreglu gæsluvarðhald yfir einum til viðbótar. Alls eru þá 5 í gæsluvarðhaldi vegna málsins, 3 karlar og 2 konur. Tunglið varð almyrkvað á vesturhimni í morgun. Þá freistuðu margir ljósmyndarar þess að festa á filmu svokallaðan blóðmána, en það reyndist víða erfitt hér á landi á hálfskýjuðum himni. Blóðmánin sjaldséður og þykir með fallegri sjónarspilum stjörnufræðinnar sem sjá má með berum augum. Þá tunglið að fullu í skugga jarðarinnar og fær á sig rauðan blæ frá sólsetrum og sólaruppbrásum sem umlykja jörðina. Áhuga fólk himinhvolfið reif sig því snemma á fætur í morgun. Nú vantar klukkuna akkurat 19 mínútur í 6 og við sjáum tunglið núna, það hálf myrkvað en eltingarleikurinn hafinn af því við ætlum að reyna að sjá blóðmánan á eftir. Skýin aðeins að stríða okkur en þetta allavega eitthvað, við vonum það besta. Áður en mánin verður rauður þurfa jörðin, sólin og tunglið að raða sér í beina línu og við það verða svokallaðir deildarmyrkvar, þar sem tunglið fellur hægt og rólega í meiri skugga. Á Norðurlandi sáust deildarmyrkvarnir víða mjög vel, en blóðmánin það sem trekkir ljósmyndarana að. Hvenær varst þú farin af stað til að reyna að ná þessu? Ég vaknaði klukkan 3 og farin út klukkan hlæran. Vaknaði klukkan 3 og farin út 4. Almyrkvi á tungli verður ekki sjáanlegur aftur á Íslandi fyrr en 2028. Því treysti áhuga fólk á veðurguðina og vonuðu að ekki yrðu ský yfir mánanum rétt á meðan. Þessa 4 tíma sem ég svaf, það vaknaði svona klukktíma fresti til þess að sjá. Það var tungl alltaf, það var ekki skýjað. Og leiðangurinn var sannarlega ekki til einskis því Eyþór náði þessum fallegu myndum af tunglinu roðna á vesturhimni ofan Dalvíkur. Rétt áður en myrkvinn náði hámarki lagðist svo dimmur skýjabakki yfir. Ég held þessum ekki að fá að sjá meira sko. En þó almyrkvi á tungli sé sjónarspil þá má eiginlega segja að hann sé næstum í skugga almyrkva á sólu sem verður í ágúst á næsta ári. En slíkur myrkvi hefur ekki sést á Íslandi síðan 1954. Eftirvænting meðal áhuga fólks nærri áþreifanleg og gististaðir á Vesturlandi eru þegar að verða þétt bókaðir.
Iðnnemar kepptust við á Íslandsmóti iðn- og verkgreina í Laugardalshöll í dag, en mótinu ætlað að kynna grunnskólanemum hinar ótalmörgu námsleiðir sem í boði eru í framhaldsskólum landsins. Og hérna ég bara að múra. Hérna ég í kantinum, eins og sjáu, þá ég búinn að múra allt hérna, pússa allt, búið til blómapott. Guðjón var mættur í Laugardalshöll ásamt fjölda annara iðnnema úr 25 framhaldsskólum landsins þar sem fram fór kynning á námsleiðum í iðn- og verkgreinum. 10.000 9. og 10. bekkingar grunnskóla hvaðanæva af landinu mættu til þess að kynna sér námið. Ég ætlaði alltaf að vera bóndi eða smiður og þá fattaði ég svo að það vantar einhver smið í fjölskyldan að ég prófaði eitthvað nýtt og prófaði múriðingreinina. Múraraiðn er ein 20 faggreina sem keppt var í og verða úrslit kynnt á morgun. Þá verður líka sérstakur fjölskyldudagur sem stendur frá 10 til 3. 4 kapp í gullsmíði þar sem verkefnið var að smíða hálsmenn. En hvað þarf góður gullsmiður hafa til að bera til þess að vera bara góður í sínu fagi? Það náttúrulega að vera svolítið útsjónarsamur og þolinmóður af því að þetta er mikið þolinmóðisverk. Svolítið svona treysta ferlinu líka. Það lítur ekkert rosalega fallega út fyrir eiginlega alveg í lokin, þá ertu komið rosalega flottan skartgrip. Og sjúkraliðar létu sig ekki vanta. Það búið að vera rosalega mikil aðsókn og ótrúlegur fjöldi af krökkum búin að koma og fá blóðþrýstingsmælingu, prófa hæmleik, prófa hnoða. Staying alive. Þá var verið að gera klárt fyrir nema í framreiðslu sem hyggja á norrænu nemakeppnina á næstunni. Dómarinn var mættur á undan til að gæta þess að allt væri upp á 10, enda var von á forseta Íslands í mat. Algengustu mistökin tengjast örugglega bara streitu, af því þú þarft að vera á tánum og það er lítið tími í boði. Þannig þá gleymast litlu hlutunum eins og bara hreinlæti og hvernig labbar og allt í einu eru axlirnar að koma fram eða eitthvað svoleiðis. Skyrtan allt í einu kemur upp úr buxunum. Og hvað gerir góðan framleiðslumann að virkilega góðum framleiðslumann? Að vera fljótur að hugsa, að geta unnið hratt og skipulagt og ég ætla að segja að vera skemmtilegur. Það sé svolítið svona gott sko. Þetta er geggjað. Mjög gott. Geggjað og mjög gott, við skulum aðtöku út að veðrið verði geggjað og mjög gott. Nei, það verða litlar breytingar á veðrinu til morguns en það dregur þó úr vindi á Norðurlandi. Hiti verður á bilinu 3 til 10 stig við daginn en við ætlum að fara nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. En fyrst, íþróttir. Karlalandsliðið í handbolta getur tryggt sér sæti á Evrópumótinu í 14. sinn í röð með sigri á Grikklandi í Laugardalshöll á morgun. Og þar fyrir utan held ég að öllum finnist bara ótrúlega skemmtilegt að spila á heimavelli fyrir framan troffellahöll. Glódís Perla Viggósdóttir og hennar liðsfélagar í Bayern München stefna hraðbyrði að þýska meistaratitlinum og lögðu Wolfsburg í Íslendingaslag í dag. Og það gekk á ýmsu á fyrsta keppnisdegi Players meistaramótsins í golfi í Flórída í gær. Þetta og fleira í íþróttum eftir andartak. Rifjum þá upp helstu atriði fréttatímans. Landhelgisgæsluna vantar fleira fólk, helmingi meira fjármagn og flugvél allt árið til að sinna vörnum landsins. Þetta segir forstjóri Gæslunnar. Rússar hafa nær algjörlega náð yfirráðum í Kúrskhéraði. Það gerir stöðu Úkraínumanna við samningaborðið mun verri. Ótrúlegt þykir að Bandaríkjamaður sem var týndur á Austfjörðum skuli hafa lifað af 4 frostnætur undir berum himni. Vinir mannsins hófu sjálfur leit áður en björgunarsveitir voru ræstar út. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, góða helgi og verið sæl.